gegnum tíðina kom fyrir þetta tímabil til í Framara. Þá verður nú allt saman að verða klárt hjá okkur. Helgi Mikael telur í og flautar okkur á stað hér. Það er F-fangar sem að byrja með boltan í sínum hefðbundnu hvítu og svörtu. Fyrir á Ægi hérna aftur. Ægir hótar á vinstri, setur hann aftur út. Vúk, þetta er ansið þröngt hérna fyrir Framara, dettur út. Þetta er Þorvar Stefán núna, Haraldur Einar. Eina gapreifingu, hann setur þetta inn á teginn, boltinn dettur út fyrir Frey og hann á skoti sem hann rekkur hann af. Ég held nokkrum varnarmönnum, hann endar í höndinni á Jökli. Mistök hins vegar frá Jóhannesi Kristni, Kenny Choppart nálgast teginn, Kenny Choppart fyrir skotið og þessi bolti finnur bara rétt fram hjá stönginni. Þannig að Framarar eru sannfærður að þeir að fá hotspyrnu samt því að Baldur Kári var eitthvað smá vandræðum uppbúttatíminn, 2 mínútur meira. Már Ægirsson setur hann fasta fyrir hérna á næstöngina. Jökull náði ekki hansamann í fyrstu og Dimitrijevic fremstu 2. Jökull Andersson í markinu, Birkir Valur Jónsson, Ísak Óli Ólafsson, Ólafur Stefánsson og Baldur Kári Helgason fremstu í vörninni meðan að Adolf Daði ferðin á teginn þeirra inn í skotið og dettur fyrir Úlf Ágúst sem að Frey Fred til vinstra megin. Fred reynda að finna hlaupið þarna frá Má Ægi sinni, gekk ekki, en fær nú boltan aftur hérna og lyftir honum á fjárstökunni aftur að Kenny skattar hann út í teginn og þetta kemur hlaupið svo á lokum frá Frey Sigurðssoni eða frá Má Ægi sinni reynda sem var það. Sigurður, þessi skalli beint á Grétar Snæ, hann tapar hann hins vegar snögglega, Kenny. Líkir bara stað hérna Kenny Choppart, setur boltan á Fred. Fær nú utan á hlaupið, setur hann aftur inn á Kenny Choppart. Kenny smellir honum í stöngina á inn en flaggið er hins vegar komið á loft hérna. Því að Baldur Kári eftir þessi leik hérna, Grétar Snær smellir þessu fyrir en Sigurjón skallar þetta í burtu. Fred strax eftir þetta í pressu, miklu meiri baráttu, miklu meiri kraftur í F-fáingum hérna. Baldur Kári kemur skotið, það er máttlaust og endar í höndunum á Viktori Frey. Mínúturnar hjá Guðmundi Andra Tryggvasyni fyrir F-fá eftir að koma frá KR. Hér er eins og sendi ekki gegn Kjartan Kári að taka hann með sér. Kjartan Kári með skotið en fast var það en ekki nægilega hnit með að Kenny Choppart er brjálaður. Hann vil meina að það hafi verið hendi held ég á Kjartan Kára og hann fær hér gult spjald. Fred Kristoffer Svo verður ástæði hérna á Róbert Hauksson, flaggi fyrir sig var ekki á loft. Róbert hann er með mann með sér á teiknum, sendingin hins var ekki góð. Jakob Byström var í frábæri stöðu þarna á fjárstönginu. Sendingin nú vinnalega frá Róberti Hauksinni. Besta staðan sem að Framar hafa fengið í langa tíma. Við erum erfitt með að meta það hvort það sé rángstæður. Þarna Róbert þegar sendingin kemur inn fyrir frá Kristoffer. Jakob er hins vegar alls ekki rángstæður þegar sendingin kemur svo frá Róberti. Bara döpur sending hreinlega frá Róberti Hauksinni. Taka þetta niður hérna, Jakob hristir af sig varnarmanninn og keyrir af staður, eru 3 og 4 hérna Framarar. Kristoffer er komið að hægra megin, fær sendinguna frá Jakobi. Kristoffer langar yfir á vinstri fótinn, fyrir á vinstri fótinn en skotið rétt fram hjá markinu. Það virðist að hann farið að varnarmanninn því að Helgi Mikael er að dæma hotspyrnu hér. Það er eitthvað að meta því fyrstu mögulega, hirði Helgi einhverja snertingu þarna. Gæti að farið af Baldri Kára en það er erfitt að sjá, kannski sérstaklega út á flöktin á boltanum en jú, þetta fari ekki aðeins af fætinum á Baldri Kára en rétt fram hjá fjárstönginu. Jökull á báða bóa uppbótartíminn liðinn og Helgi Mikael Jónasson flautar til leiksloka hjá okkur hér. Þetta endar markalaust í þessari viðureign Fram og FH í 16. umferð.